dag. Velkomin að Rauða borðinu og enn og aftur ætlum við að fjalla heim sem mörgum hulinn en nauðsynlegt að gæjast aðeins inn í og til þess að ræða það og þennan dulda heim fyrir flestum sem betur fer að þá höfum við fengið hingað til okkar Valgerði Sverrisdóttur, fyrrverandi alþingismann og ráðherra og Þóri Steingrímsson sem nú bara allt múgulegt mann, vil ég meina. Hann formaður Heilaheillar og hann leikari og hann fyrrum rannsóknarlögreglumaður og vinnufélagi minn, svo ég skjóti því nú að. Verið hjartalega velkomin. Takk. Og við búin að ljóstra upp hvað við ætlum að tala um. Við ætlum að tala slag, við ætlum að tala þá sem að gerast meðlimir í Heilaheill. Og nú langar maður að spyrja bara formannin sjálfan, Þóri, hvaða inngöngu skilyrði eru í Heilaheill? Já, allir geta gerst að félagar í Heilaheill, þeir sem hafa áhuga á málefninu, að gera að skrá sig í félagið inn á heimasíðunni. Því að náttúrulega fjöldin hefur mikið að segja varðandi tekjuhlíðina hjá okkur. Við erum undir Öryrkjabandalagi Íslands og því fleiri félagar, því meiri peninga fáum við til þess að starfa. Og það eiginlega, má segja það sem svo að í félaginu nægur fjöldin núna, þannig að við getum svona malað áfram, auðvitað það allt sem að sjálfboðastarf. Það númer 1. Og við erum núna, þessi hópur sem núna, þessi fasti kjarni sem að sækir, við erum með Dilda og Akureyri líka, og þessi fasti kjarni heldur fólkinu lifandi, það að segja, allir þeir sem að hafa fengið aðkenningu heilablóðfalls eru gjaldgengir í félagi og eiga skráð sig í félagið að mínum mati. Og mér finnst það eðlilegt að allir þeir sem að fá þessa aðkenningu skráu sig þó vilja ekki láta vita af sér. Það ekki nöðsynlegt að þeir láti vita af sér. Ég hef ekki samband við neitt nema ef að viðkomandi aðili setti sjálfan sig eins og Valgerður gerði, hún setti á Facebookina hvernig hennar staða væri eftir slagið. Og þegar hún búin að setja þetta út í loftið, að þá sný ég mér að henni og fæ henni í liðnum mér. Þannig að allir þeir sem að vilja styðja Heilaheill eru velkomnir bara af málefninsins vegna. Þeir þurfa ekki endilega að vera sjúklingar. Þeir geta verið bæði aðstandendur og með fulla heilsu og þess vegna. En það ekki aðalatriðið. Heldur bara allir þeir sem hafa áhuga á málefninu og veita því framgang á íslensku samfélagi. En þá gerast þeir félagar. Og því fleiri sem að við getum kynnt sem eru í félaginu, sem eru skráði félagar, og það eru tæpli 600 manns sem eru núna í félaginu og það eru allir gjaldgengir. Það að segja allir þeir sem hafa áhuga á málefninu. Það rétt sem að ég las einhvers staðar að það væru 2 einstaklingar sem að fengju heila skaða, við getum orðað bara þannig, annarkvæmt heila blóðfall eða heila tappa á hverjum degi? Já, því miður, það 2 og mikið. En staðreyndin svo, þetta svona sambæranlegt við það sem að gerast í Evrópu. Og við erum búin að vera í sambandi við evrópska samtök sem heitir Stroke Alliance for Europe. Það eru slagþolar á Evrópusvæðinu sem að sameinast, voru fyrst að sameinast 2004 og þá voru bara 8 lönd sem að voru inn í því, en núna eru 37 sem eru inn í þessu og þessi samtök, Stroke Action Plan for Europe, þeir eru í nákvæmlega saman. Það eru 2 á dag á minnst kosti hlutfallslega eins og hér 100.000 hjá sumum, ég menna 50.000 fram í þeirra tölum, en hér á Íslandi eru 2 á dag. 2 á dag. Valgerður, þú hefur væntanlega ekki hugsað til þess að þú þyrftir einhvern tímann að gangi í þennan félagskap? Nei, þetta kemur þetta á óvart alltaf þegar eitthvað svona bankar upp á. Þannig var alltaf að vera með mig því ég vissi bara ekki hvað að vera þegar ég veittist og var náttúrulega glannaleg með það að leita ekki strax til læknis. Ég held að þetta myndi nú lagast og allt það og fór nú bara í það að gera ýmislegt sjálf sem ég held að myndi lækna mig, eins og að fara í sund og fara í nuttum og þetta gerði þetta bara enn verra allt saman. En þetta hvarflaði aldrei að þér að það væri svona alvarlegt? Nei, maður vissi bara ekkert þetta og guðsjálf hafði maður verið mjög hraustur
Og þess vegna kom þetta náttúrulega alveg bara á óvart. En ég náttúrulega, með mína reynslu, þá hlýt ég að leggja mikla áherslu á það að fólk fari strax og það hefur tillæknis, hefur tilfinningu að það sé með þetta eða eitthvað alvarlegt. Það ekki viti því að gera eins og ég og þykist alltaf að lækna þetta sjálf, sko. Og hvernig voru fyrstu einkenni hjá þér? Já, það byrja bara með óstöðuleika, svona miklum óstöðuleika og þann daginn sem ég fekk þá gerði ég nú ekkert í því. Svo það bara morgunin eftir sem að ég að fara fram og var stödd í Reykjavík þó ég nú heima fyrir norðan og það var nú ágætt, að þá þessi óstöðuleiki enn meiri og ég bara slaga þarna fram á snýftinguna og ég ein því að maður með var fyrir norðan í íbúðinni. En já, ég bara hugsa með mér að hann ekki langt í Vesturbælaugina, best að bara drífa sig þangað og reyna að hrista þetta af sér. En þá var ég nú enn verri því ég kom upp úr heita pottinu, þá þurfti nú bara að styðja mig. Svo lét ég þennan dag eiginlega alveg líða, sko. Það var alveg að koma kvöld og þetta var bara alls ekki að batna. Og enn hvarflaði ekki að þér að þetta gæti verið eitthvað tengt slagi? Nei, maður veit bara svo lítið, sko. Það nú það, svona lagað. En þegar ég var orðið svona óglatt og ég fór að kasta upp, þá sá ég nú að þetta var eitthvað sem að þyrfti að skoða og eins það að ég var komið sjóntruflanir. En þá var ég búin að bíða of lengi, þannig að ég fekk ekki sömu meðhöndlun og ég hefði fengið ef ég hefði farið strax. Og ég kannski nú þórir betri útskýra hver munurinn á þessari meðhöndlun og svo þeirri meðhöndlun sem maður færi ef maður búin að bíða yfir nótt og lengur. En guðsílofa þá gekk þetta nú allt tilbaka. Ég fór náttúrulega hérna á lá inni og allt það og fekk lyfja meðferð sem ég nú náttúrulega en að nota. En svo í framhald af þessu þá fekk ég svona dofa og hérna var það alveg slöpp öðrum megin í andlitinu og bara það var eiginlega dálítið vesinn og dálítið mikið áfall, sko. Ég vissi ekki hvort að það myndi ganga tilbaka og óttaðist að það myndi ekki gera það en allt fór þetta nú vel en ég þekki bara þó nokkuð marga og sérstaklega konur sem að hafa lent í þessu og jafnvel hafa ekki verið svona heppnar eins og ég að ná sér svona vel og þá eru þær já, þær á þeirri skoðun, veit ég, að hafa farið og seint. Þóri, þú varst nú hreistinn holdi klædd hér í eina tíð og það kom mér á óvart þegar ég frétt að þú fengið bara alvarlegt slag. Mjög alvarlegt. Hvað ár var það? Það var 2004. Já. Og þá var það þannig að sko, ég náttúrulega var að fara í sund eins og hún var að tala hún Valgerður, sko, var að fara í sund og var að fletta Morgunblaðinu þegar allt fór að hringsnúast. Og þá leist mér ekkert á blikuna svo ég bara fór aftur inn og lagðist upp í rúm við hliðina á konunni og hún segi, hvað, ertu ekki farin í sund? Ertu ekki að fara í sund? Ég sagði, nei, aðeins að leggja mig, segi ég. Og hún reis aðeins við dokk og horfði á mig og nei, þetta ekki eðlilegt, sann. Hún hringdi á sjúkrabíl. 112. Hvað ertu að gera vesen út af þessu, sagði ég. Ég meina, þetta hlýtur að líða hjá. Nei, sagði hún. Ég hringi í sjúkrabílinn og svo hringdi hún. Sjúkraliðirnir þau komu inn og bráðaliðarnir og gerðu mér mælingu og á staðnum og sagði, það betra að þú komið með okkur. Og ég stend upp og ég geng með þeim leið og ég kem á útitröppurnar þá steinlá ég. Það mistir bara meðvitund? Já, nei, ég hélt vitund en ég misti alla mátt. Og svo hlöpuður inn í bíl og náði í börurnar og báru mig inn og framins og ég fann hvernig ég lamaðist hægt og rólega í hægri helming. Hendur og fætur, það lömuðust svona meira og meira og það þyngdust. Ég sagði, hvað að gerast? Hvarflaði ekki að þér? Nei, ég hafði ekki hugmynd hvað var að gerast. Og ég sagði, höndin þetta þyngri, ég meina, á hverju þetta, segi ég og svo bara brunuð þeir með mig þarna upp á bráðamóttöku og ég setti þar inn og kona fylgdi á öðrum bíl og
og ég heyri hana spyrja hjúkrunarfræðing, hvað haldið þið að þetta sé? Þetta er sennilega heilablóðfall, segir stúlkan. Heilablóðfall? Ég hafði ekki hugmynd hvað það var og skildi ekkert í því sko að ég er þarna með svona að lamast hægra megin alveg og er alltaf að burðast við að reyna að hreyfa mig. Ég bara geta ekki. Og síðan bara ég strax settur í skilgreiningu og eins og hún kom inn á, hún var gerður með, þá var gerð á mig myndataka, strax, það þarf að gera strax myndatöku, það er 2 einkenni að ræða, annarkot er það tapi eða blæðing og það er 2 konar ferli sem fer í gang þá þegar það gerist og ég aftur á móti þeir skilgreindu mig þannig að ég væri komið tapa, ekki blæðingu og gáfi mér þá sko segaleysandi efni í æð og það var til þess að þetta bara létti á ástandinu hjá mér og en þá var ég orðinn lamaður hægra megin alveg sko frá öxl og niður þetta náði ekki til höfuðsins og þegar að ég sko fer inn á sjúkrastofu og þá er mér sagt slappaðu bara af hérna og farðu að sofa og ég sofnaði en þegar ég vaknaði var algjörlega lamaður hægra megin frá öxl og niður og það er svo skrítið það er alltaf með alla sem hann verða fyrir þessum áverka á einhvern hátt að heilinn hann fer á 0 ég meina batteríin tapast algjörlega verða alveg á 0 þú þarft að vinna alla hluti upp og nýtt og þá var það þannig að ég gæti varla snúið við í rúminu ég var bara örþreyttur við það að sko snúa mig við og auðvitað þegar að hægri helmingur á mig var lamaður að þá fann ég svakalega mikið til að þegar ég sko svaf þá auðvitað var handleggurinn á mér alveg lamaður þá fekk hann alltaf á stöðu og olli mér miklum bara sársauka við það sko að geta ekki hreyft hann eins og ég eða fært mig til og framvegis. Fékkst engin einkenni í andlit eða? Nei, ég fekk ekkert svoleiðis, enga viðvörun. Það er eina sem að gerist bara það að fór alltaf hringsnúast. Svimi. En nú taliði bæði sko að þið höfðu bara hrist höfuð yfir þessu og ætlaði að hrista þetta af ykkur og fara í sund og nudd og hvað það nú er. Það er málið. Þetta svona vekur upp spurningar hvort að þarf ekki að kynna þetta mikið betur fyrir fólki. Jú, ég er alveg saman við því, sko, við gáum út sko app í alla sko snjallsíma sem heitir sko heila heill. Fólk getur farið inn á sko hvort sem það er Samsung eða með Android kerfi eða iOS, sko Apple, fara bara inn á Apple sko Store eða Play Store eða hvað sem eða Windows Play eitthvað annað og sækja þar heila heill. Þar koma þessi sko uppafstafirnir SLAG, slag. Það er sjóntruflun og skinntap, það er lömun útlima, það er andlitslömun og það er glatamál. Samt var þetta öðruvísi hjá Valgerði svo lítið. Já, sjóntruflun. Já, það komið sjóntruflun. Já, nákvæmlega. Og það er eiginlega sko vísbending það að þarna sé eitthvað á ferðin sem að þarf að tjúna við. Og ég er búin að heyra þátt á mörgum sinnum í gegnum sko neyðarsíman okkar að fólk er að hringja og spyrja, heyrðu, mér líður svona og svona og svona, hvað heldur þetta að segja? Ég er engin læknir, en þú hringir, þú hefur áhyggjur, þá ert að hringja 112. Nei, þú ert að grínast. Hringdu 112 og láttu sækja þig. Mér er svo minnist að þetta einhvern tíma þegar ég var að vinna í forvörnum, brunaforvörnum minni mig, þá sagði slökkviliðsmaður, sko, það er betra að hringja einu sinni of oft heldur en einu sinni og sjaldan. Akkurat. Og þetta er kannski ágætt regla, Valgerður, þú svona... Þetta er eitthvað sem í manni að maður vill ekki láta hlæja sér, sko, maður hefði verið að óþörfu, að ónáða heilbrigðisstarfsfólk. Það er eitthvað svolítið sem að ég held að hafi nú ráðið svolítið fyrr og kannski maður veit að það er mikið að gera og maður kannski, vill ekki allavega ekki að óþörfu vera ónáða en þetta er náttúrulega bara dauðans alvara, sko. Þetta er dauðans alvara, já.
og bara eins og slökkviliðsmaður sagði, koma einu svona oft heldur en einu svona sjaldan. En hafði þetta einhver áhrif á líf þitt á þeim tíma sem þetta gerðist? Varstu í vinnu þá? Og... Ég var ekki lengur í vinnu sem sagt í pólitíkinni, þannig að þetta var að því liti til ágætis tími til að taka þetta að sér, en ég satt að segja var dálítið lengi að ná mér. Og miklu lengur heldur en ég kannski sagði frá, sko. Ég þurfti alltaf að vera að leggja mig og svona. Það var þessi þreyta sem kom yfir þig. Já. En síðan bara þetta ótrúlega gott í dag. Já. Maður veit ekki, sko, hvað auðvitað eitthvað svona sem maður tekur eftir öðruvís sem var, en þá segir maður líka við sjálfum sem býtu, auðvitað maður eldast líka, sko, þannig að það ekki... Það er spurning hverju það að kenna. Já. En Þóri, varst þú í vinnu þegar þetta gerist? Já, ég, eins og þú sagðir áðan, þá er búin að vera í lögreglunni, sko, frá 68 og var þá starfandi sem sagt eftir því saminuð lögregluembættina og lögreglusvæðinu, sko, þá var ég komin í Kópavog og þá var yfirmaðurinn okkar sem að þú ættir að þekkja, Magnús Einarsson. Já, blessuð sé minning hans. Blessuð sé minning hans, og þá var eiginlega þannig að þegar ég er undir hans stjórnarna í Kópavoginum og svo fæ ég slagið og hérna mæta sjálfsögðu ekki til vinnu og hann hringir oft á morgun svona á spítala og vill fá að tala við mig. Og það endaði með þegar hjúkrunarfræðingurinn kom til mér og sagði við erum búin að banna öllum að koma til því næstu 20 daga. Þú ert það alvarlega, við viljum ekki að fólki smiti þig eða þú smitið þá og svona mis. En sko, heilablóðfall er náttúrulega ekki smitandi. Nei, en það geta komið alls konar. Já, þá komið ónæmiskerfi, getur færð úr skorðum og framis. Nema það að hann hefur eflis komið og þegar það var svona halvu mánuður liðin næstu því og þá vildi Magnús endilega fá að tala við mig. Og það dugði nú ekki, það fekk nú ekki að sjá mig. Svo kom hann, held ég, eftir svona 10 daga að þá kom hann og sagði bara einfallega í búning. Hann kom í búning, sagði hjúkrunarfræðingurinn og hann kom inn og sagði, hver gaf þér veikindafrí, sagði hann. Já, og hress og kátur og brost í kantinn og hérna sagði, rétti hérna fram hendur og sagði, leiði mér að finna fingurgómana. Og það er svolítið atriði hjá honum þegar hann segir, þú ert með tengingu fram í fingurgóma, þú nærðir, þú kemur til vinnumleið og búin á þér. Þannig var það, þú þekktir hann, sko. Og fórst í vinnu eftir þetta? Svo fór ég, var náttúrulega á Grensás. Já, þú fórst á Grensásdeildinni. Já, ég var fluttuð þangað í hjólastól, ég gat ekki gengið. En svo náttúrulega var ég með hækjur, fyrst til að byrja með, svo var ég stafur og svo sleppti ég stafnum alveg. En þetta var svolítið áraun. Ég ætla að upplýsa það núna, það er kannski ekki margir sem vita það, en ég hef dvalið á Grensásdeildinni vegna svo kallar það heitir æðaöng, það kreppa saman æðarnar í höfðinu og ég var alltaf að missa meðvitund og smá máttleysistilfinning vinstra megin og ég verð nú að segja alveg eins og að ég held ég hafi verið heilbrigðasta manneskjan sem lá inn á Grensásdeildinni. Það var hræðilegt að horfa upp á margt fólk sem að þarna var að reyna að ná heilsu einmitt eftir heilablóðfall. Já, eftir slagið. Og það er sem að við ætlum að leggja á að slá á næsta ári, það er varðandi endurhæfinguna, varðandi það sem að Grensásdeildir að tala um. Og það er sko vanmetu fjársjóður í því fyrir samfélagið að sko hlúa meira að Grensás og endurhæfingunni sem slíkri sem það er stunduð. Já. Það er svolítið atriði. Og mér finnst að sko þegar við erum að hlúa hverjum einstaklingi fyrir sig, hvort sem það er virk inn í atvinnulífið eitthvað þess áttar og inn í samfélagi sem slíkt og við ætlum að fara núna á sko næsta ári ætlum við að fara til Svíþjóðar þar sem að SIF, Stroke Alliance for Europe, ætlar að ræða endurhæfinguna Grensásdeildir sem er nú fram alla Evrópu. Og við ætlum að einbeita okkur að því sko núna næstu árin varðandi eftir fylgni. Við sem að pari við Norðurlöndin að minnstu kosti. Og erum við það ekki? Nei, sko það er þannig að ég var þarna á ráðstefnu síðan mig sem ég get skýrt frá. Það var ég á ráðstefnu það sem að Dani og Svíjar voru að tala um eftir fylgnina hjá sér. Já. Og þá var það þannig að Danirnir segjast fara heim til viðkomandi.
taka út heimilið og taka út vinnustaðinn. Hvernig stendur þið í vinnu, sko, og hafa staðal, sko, til þess að miða við árangurs ríka, sko, áfangastýrða endurhæfingu. Þetta er eins og talmeinafræðingar er með málstól. Á vegum heila í dag er deild talmeinafræðinga sem eru að þjálfa sko, fólk í því að ná tali, og það getur hver sem er sem að þarf að þeirri þjónustu að halda að hafa samband við okkur, og við getum komið þá viðkomandi aðila í samband við talmeinafræðinga í gegnum okkar þjónustu. Og það er það sem við höfum kynnt sko, í hérna erlendis, að þarna er mitt á vegum SIF, og þá er mitt á þessari ráðstefnu, þá heyrði ég Danan og Svía var að tala um það að, með eftirfylgnina, að Svíarnir, þeir töldu sig ekki mega fara inn á heimili eða vinnustað. Heldur þeir að hafa samband og hringja í viðkomandi aðstandanda eða þá slagþola og svona kanna stöðuna símleiðis. En aftur múti Danisenni, við förum heim. Við förum til Nú er til dæmis sko fordæmi fyrir það eru fordæmi fyrir svona eftirfylgni hér til dæmis með hjartasjúklinga. Maðurinn minn fór í að opna hjartaskurðagerð og hann var fyllt eftir mjög lengi á eftir. Og hann var ekkert spurður, hann sagði bara nú ferð þú upp á Reykjalund og nú ferð þú í þetta og hitt. Já, sko þá er heilbrigðiskerfinu upp á lagt að fylgjast með honum. Já, ég minna sko, eftirfylgnið þarf að vera á mörgum öðrum sviðum líka, eins og til dæmis í ykkar tilfelli. Já. Það var ekkert hjá mér, sko. Engi sem ég var bara gett út á spítalanum og svo bara búið, sko. En var haft samband við hann, sko, símleiðis eða var... Sko, þetta var bara allt ráðgert áður en hann fór heim á spítalanum? Já, ég er að segja það. Allt saman. Kom fólkið heim til ykkar til þess að kanna hans aðstæður? Ekki heim, nei. Nei, ég er að... Þar eru nágrannar okkur á Norðurlöndunum okkur framar í þeim efnum. Nei, já, þeir sérst fylgjast með viðkomandi aðila, sko, eins og þú ert að tala um varðandi hjarta, þá er heilinn, sko, þá erum við að tala um að við viljum fá að vita, sko, símleiðis, segja Svíarnir, að þá eftirfylgnin okkar er símleiðis, en aftur mútið við ef að það er krítiskt ástand, að þá förum við heim, eða vinnustað. Valgerður, þetta hlýtur að hafa verið svona svolítið wake-up calls og í slettinu fyrir bæði þig og ég tala nú ekki fjölskylduna þína og vini. Já, það var svona... En það er nú... Komið ekki svolítið á óvart? Svona hlutir. Og þetta náttúrulega bara svona dálítið áfall fyrir alla, en hérna... Er þetta eitthvað sem að hægt að segja sig að ættgengt eða eitthvað svoleiðis? Nei, það taldi ég ekki. En sko mér finnst kannski að þurfa að leggja dálítið mikla áherslu á að fylgjast með blóðþrýstingi, og það er nú átak við í gangi í sambandi við það, er það ekki? Jú. Og svo líka að drekka vatn. Drekka vatn, það skiptir máli. Það tilfellið. Já. Og ætti að vera lítill vandi fyrir fólk að fylgjast með blóðþrýstingum, það komið sér fínu úr og alls konar græjur. Við sagt að gera þetta gegnum síman og hvað. Á alþjóðadegi, sko, heilablóðfallsins í fyrra, þá voru hérna 2-3 læknar með okkur hérna í Kringlunni, og einn segði að þegar við buðum upp á blóðþrýstingsmælingu, þá sagði bara mikill hluti sem að þeirra sem við töluðum við, ég er með þetta heima. Já. Segið mér hérna, kannski svolítið forvitnilegt að vita, er þetta tengt aldri og það er fólk á öllum aldri sem fær slag og er þetta frekar kallmenn heldur en konur? Þetta fer alveg jafnt yfir bæði kynin eða öll kynin eins og sagt þetta. Það er með sjálfa þig, sko. Já. Altså lífsmátið hvers og eins óhóflu neysla, ég menna ég tala nú ekki eiturlyfjaneyslu eða áfengisneyslu. Þetta er lífsstílstengt. Þetta er lífsstílstengt algjörlega, og það hefur verið núna, ég myndi að koma inn að það að þetta Stroke Alliance for Europe sem var náttúrulega kom saman fyrst 2004, það eru svona reglífa samtök, sko, slagþola á Evrópusvæðinu. En svo var þetta mútið annað, að það var sem sagt European Stroke Organization sem eru faglæknar, altså læknar, það er að segja hjúkrunarfræðingar, vísindasamfélagi, þeir sem framleiða lækningatæki og annað, sko.
þá það innan ESO, European Stroke Organization, það sé fagaðilar. Og þegar ég var í stjórn SAFE sinni tíma 2014 til 2016, 2018, að þá var á deglunni að reyna að koma á samstarfi á milli fagaðilina á Evrópusvæðinu og svo líka slagþóla. Og það tókst með samkomulagi einmitt í Helsingi 2018 og það tók til starfi 2022. Og nýkomið á heiti Stroke Action Plan for Europe. Og þar algjörlega farið í sauman á því hvað viðkomandi slagþóli þarf á að halda í sínu landi til þess að ná ákveðnum árangri sem að einmitt Stroke Action Plan að berast fyrir til 2030. Það að segja að reyna að koma í veg fyrir fjölgunina 10% í hverju landi fyrir sig. Hjá okkur hér á Íslandi sem betur fyrr eru læknar og hjúkrunarfræðingar mjög áfram það að fylgjast með því sem að gerast innan Stroke Action Plan for Europe. En það eitt af því sem við erum að berjast fyrir núna, sameiginlega, það að segja, eins og þið segja frá Stroke Action Plan for Europe, það alveg bráðnauðsynlegt að fagaðilar og slagþólar í hverju landi fyrir sig tali saman með formlegum hætti. Og þetta gerum við hér á Íslandi. Við erum komin í þetta formlega samband, það að segja mill okkar, erum fulltrúar núna, sem sagt talsmenn, það eru 2 læknar og hjúkrunarfræðingur og læknir á Landspítalanum og svo ég sem eru fulltrúar eða talsmenn Íslands einmitt í Stroke Action Plan for Europe. Gott að heyra. Og meira segir læknirinn okkar, Björn Logi Þórarinsson, hann núna í stjórn Stroke Action Plan for Europe. Því að hann mjög áfram það að Ísland sé á pari við það sem að gera þessi besta í Evrópu. Nú hafa margir gagnrýnt, þekki ég það frá bara í sambandi við umferðarslýsaforvarnir og ýmiss konar forvarnir. Það skortir forvarnir. Það ekkert að vísindasamfélagi á fullu, læknandi fylgjast vel með og heilbrigðisþjónustan í lagi, en það eins og skortir dálítið forvarnir, bara til að koma í veg fyrir þetta. Já, það bara mannskapurinn sjálfur, hann hefur miklu meira val núna, eins og með gjörunna fæðu og annað, sem að vera að tala Þú veist að segja mér hérna frammi að það veri slæmt að borða mjög mikið unna matvöru. Já, mjög, svo það áhættu þættir sem að geta skapast við það. Og það það sem að Hvaða fleiri áhættu þættir? Það öll svona ofneysla á öllum hlutum. Ég meina offita og þetta eins og maður segir áfengisneysla, reykingar, eiturlyf og allt mögulegt, það kallar á þessa áhættu þætti sem að valda heilablóðfalli. En oft þarf það ekki til, Þórir, eins og í tilfelli ykkar, því hún hreistin upp máluð. Það getur gerst. Já. Það getur gerst, en þeir vilja meina það núna á Evrópusvæðinu að það sé fyrst og fremst velmegunin í samfélaginu sem gerir það verkum að við erum að fara að innbyrða ýmislega ekki holla fæðu og meira skyndibitarnir og svona ýmislegt sem við þurfum aðeins að hugsa betur og það til dæmis núna þessi umræða næringafræðinga sem mjög þörf og fólk þarf að taka meira mark á því. Það verið að tala það hvernig leikskólarnir eru og líka grunnskólarnir og framhaldsskólarnir með mötuneytin þar, upp á hvað boðið og það þetta sem að þarf að vanda mjög vel. Þetta alveg meira sérstaklega næringafræðingar á spítulum og öðru slíku. Það ekki sama hvað við setjum í okkur. Og þegar þessi óhóflega neysla þá skapar hún áhættu þætti sem svo margvíslegir að læknarnir sjálfa hafa ekki töl á því hvað áhættu þætti. Það getur blóðþrýstingur, getur æða rek og allt mögulegt en þetta bara hlutur sem að sykursýki bara allt það sem að tengist fæðunni, þú ert ekki annað þar sem þú borðar og þess vegna það mjög nauðsynlegt að verðandi heila blóðfallið
að þá það mjög nauðsynlegt að vera með heilbrigt líferni, hreyfa sig og eins og þú segir, drekka vatn og svona lofa líkamanum aðeins að dreina út sko óheilbrigðu líkamsverk. Já, Valgerður, að lenda í svona áfalli hlýtur að svona vekja fólk svolítið til umhugsunar. Það er kannski hallarslegt að spyrja en fannst þér svona lífsgildin eitthvað breytast við þetta? Já. Eða tókstu þessu bara svo hverju eru hundspiti? Já, ég er nú svolítið hörða að mér sko. Já, þú voruð verið við það. En allavega, þá hef ég verið mjög persónusöm með lyfin sem auðvitað er ég á lyfjum og alveg síðan þetta gerðist. Það er þetta kom í veg fyrir að myndist kekkir í blóðinu og fleira og það er nú eitt að passa upp á það og ég hef gert það en svo bara heldur lífið áfram og en hefur þetta ekki haft áhrif á þína daglegu venjur? Getur hreyfti jafn mikið? Já, ég hreyfi mig bara meira sko. Já, það er ekkert annað. Þú ert kannski eina af þessum lánsömu. Já, ég bara er bæði í reglulegu leikfimi og fer í sund og mikið í gönguferðir og allt þetta sko, þannig að maður gerir sér alveg grein fyrir því að maður á að gera þetta og maður verður að gera þetta til þess að halda heilsu og það er ekki bara þetta, það er bara maður eldist og maður vill halda heilsu og geta verið sem lengst með sínu fólki og allt það sko. Ertu eitthvað hrædd að þetta geti endurtekið sig? Sko Eða ertu á verði, mælur blóðþrýstingi reglulega á þetta? Ég ger það nú kannski ekki alveg reglulega en ég finn alveg sko að því ég tek þessar töflur sem að halda honum niðri að þá er ég bara í góðu lagi og ég geri það. En að ég fyrir nú glemdi aðeins hvað ég ætla að fara að segja. Nei, þú hreyfir þig mikið og við hefur alls konar forvarnir upp á það að þetta komi kannski. Og svo þetta að drekka vatn. Drekka vatn? Já, ég bara alveg hef... Það er stórlega vanmetin þáttur. Tröll að trúa því og við með þetta góða vatn hérna á Íslandi sem við tökum beint úr krananum að það ætti nú að vera hæg heima tökin sko. Með við það svo fer maður til annara landa og þá þarf maður að kaupa vatnið. Sem er ekki jafn gott á okkar vatn. Nei, bregður svolítið við með það sko. En mér finnst bara koma því þessu semst á framfærið að sérstaklega passa upp á blóðþrýstingin og hreyfa sig náttúrulega og drekka vatn. Og bregða strax við og svo bregða strax við að þetta geti verið. En ég skil það vel að það sé hringt í Þóri og hann spurður að því hvort að þetta geti verið slag þegar að fólk fær einhver einkenni. En ég hef líka aðeins orðið fyrir þessu, því ég hef komið fram í fjölmiðlum og talað mína reynslu sögu að það hefur verið hringt í mig og ég spurði að því hvort það geti verið að væri slagaræða, þegar fólk lýsir því hvernig það hefur það og hvað hefur komið fyrir. En ég er nú fljóta að segja það að ég sé ekki fagmaður á sviðinu, sko, þannig að það verður að leita til eins og Þóri segir. Bara ef þetta er þannig einkenni þá verður bara að hringja á 112. Já, akkurat. Þóri, þú sagði það við í símanum daginn að þú hleypur ekki marathon á næstunni? Nei, það er svolítið skemmtileg saga frá einmitt því að sko ég var í fótbolta mikið áður. Já. Og þá spilaði ég með Old Boys sko Garbaengum í Stjörninni. Og svo fekk ég slagið og þeir komu allir til mín og rúðust í kringum mig þar sem að ég lá í rúminu og alveg lamaður áður megin og þá segi ég við að ég held að ég geti nú ekki spila með ykkur fótboltastráka lengur. Þeir segja, heyrðu, fótbolt er nú ekki allt, Þórir, en þú gast hvort ekkert. Gott hjá þeim. En svona, þú getur gert grín að þessu og séð Björtu hliðarnar en sótti aldrei að þér svona kvíði, þunglindi? Nei, sko. Einhver vorkunnsemi? Nei, aldrei. En hins vegar var það þannig að Ingólfur Margeirsson heitinn, sko, sem var með mér á sínu tíma, hann var með svona hugsanir það að þetta væri búið. Og þá var náttúrulega slagorðið hjá því, sko, áfall, þetta er ekkert endurinn. Áfall er ekki endurinn. Það getur verið byrjunin að ákveðnu ferli, sko. Þú þarft að snúa algjörlega að taka uppeyju einhvers staðar. En þú ert á lífi þegar þú tekur uppeyjuna.
Þetta er verkefni bara. Það er bara verkefni, taka á því sem að kemur. Og hann sagði, það er eitt af því sem að, sko, Ragnhildur, sem að ég að segja, við verðum að passa það að, sko, heila blóðfall eða slag sem hefur áhrif af heilan, tæmir heilan. Hann fyrir á 0. Þá skilur fólk það að það sé búið að missa svakalega mikið. En það er þarna, það þarf bara að vinna það upp aftur. Það er til orka í heilanum, en það þarf bara að ræsa aftur. En nú gerðist það, þú náðir náttúrulega undraverðum árangri eftir þitt slag, Já. En ert samt sem áður dálítið fatlaður. Já, það er sko hægri öklinn, hann kom ekkert inn því miður, en þess vegna get ég ekki spila fótbolta, en það er bara aukaatriði, sko, það er eins og því strákarnir sögðu, sko, fótbolti er ekki allt. Og auðvitað skilji það fólk sem er, sko, fellur í þunglindi og breiðir yfir höfuð, finnst einhvern að lífið sé búið. Það er bara alls ekki þannig. Það er bara miklu möguleika framundan. Og auðvitað saknaði ég fótboltans, en hann var ekkit allt og er ekkit allt. En það er gaman að fylgjast með hvað strákarnir eru góðir. En þetta er eitt af því sem að ég vil endilega koma að þetta þegar að menn verða fyrir þessu áfalli og eflaust hefur Valgerður mynd lent í því það er þessi stöðuga þreyta. Já, það er ennþá að hrjá þig, Valgerður. Nei, ég held ekki. Nei, hún er að minnka. Hún er að minnka. Ég held ég sé búin á mér eftir. Já, og doktor Sólveig Jónsdóttir, hún sagði, það heitir eitt af því, sérstaklega varandi gamalt fólk, sem að fær svona Erum við ekki gamalt fólk? Nei. Og þá var þá sem við segja, sko, að virða þreytuna. Að virða þreytuna, hún á að vera þar sem að þú átt að byrja að vinna þig upp. Og það er það sem að hún var einmitt að hélt mjög góðan fyrirlestur í Borgarleikhúsinu á okkar vegum á sínu tíma. Og þá er akkurat þetta, að virða í þá stöðu sem að þú ert í hverju sinni. Þú ert komin á 0, heilin, þú ert máttlaus, þú ert með þreytu og annað. Þetta kemur bara að vinna þetta upp. Mér langar svolítið í lokin til að forveitast hvað er það að gera þessa dagana, Valgerður. Nú ert þú hætt á þinginu og öllu sem því fylgir. Já, hans er langt síðan í hætti. Og það er orðið nokkuð langt síðan. Hvað varstu lengi á þingi? 23 ár. Aðeins. Hvernig verður tímanum í dag? Gengur á fjöll og ferð í sund? Já, gengur kannski ekki nóg mikið á fjöll, en svona, ég er góð á jafnsléttu. Ég er náttúrulega í raun 2 heimili, sko. Já, hérna í Reykjavík. Fyrir norðan og svo líka hérna í Reykjavík. Og við erum hér mikið veturinn hjónin, af því að okkar afkomendur eru fyrst og fremst hér. Þannig að þetta gengur nú bara svona eitthvað með barnabörnunum og eitthvað að skemmta sér hérna með að fara á tónleika, til dæmis á alveg yndislegum tónleikum í gærkvöldi hjá Hinsing-kórnum í Digranesskirkju og sko það er nefnilega svo margt hægt að gera skemmtilegt, bara ef maður bara hefur hugmyndaflug til þess. Ég þekki það, ég er komin á eftirlaun og get eiginlega bara tekið undir allt sem hún segir, það eru barnabörnin og svo er náttúrulega nú jólin að nálgast og það ég er náttúrulega gaman á að baka til dæmis, er að baka svona fyrir stórfjölskylduna það er svo margt á dagskrán í desember en svo er þetta nú mismunandi og svo janúar verður nú frekar rólegri en svo ferðumst við dálítið til útlanda hjónin og hérna, það er eins og ég segi, maður er eiginlega bara fyrst og fremst að gera eitthvað skemmtilegt. Og þá kannski komum við aftur að því hvað það er mikilvægt að hafa heilsu til að gera allt þetta. Þetta er nefnilega, sko. Það er það dýrmætasta sem maður hefur þegar maður er komin á þennan aldur. Það er heilsan. Þóri, hvað er þú? Ég ætti kannski að taka það fram að ég er 75 ára, sko. Það er nú ekki eftir að sjá það. Þið eru svo unglum bæði. Þóri, hvað er þú að stúsa? Ég er bara í formennsku. Þú ert í formennsku í heila heil? Já, og ég er bara á fullu í því að vera með hugan við það. Þetta er alveg heilmikið starf. Þetta er ágætt starf og það gerir það, já, þetta er mikið starf. Eins og þetta alþjóðlega samstarf. Já, það er það sem er mest spennandi núna og við erum að reyna að, sko, þessi 3 eru talsmenn
sem sagt Stroke Action Plan Já. for Europe hér á landi erum að reyna að fá heilbrigðisráðherra Ölmu til þess að undirrita vilja yfirlýsingu sambarlegt að það sem hin löndin eru búin að gera í Evrópu. Og það sem sagt sú vilja yfirlýsing sem að liggur, ég kynnti hana á sínu tíma fyrir Svandísi Svavarsdóttur, nú fyrir Viljum líka. Það veist að Valgerður ekki á þingi núna. Já, ég get ekki mikið hjálpað þessu. Nei, ekki þessu, allavega er það þannig að við erum búin að fá vilyrði frá stjórnvöldum að fara þessa leið að undirrita vilja yfirlýsingur og ef við gerum það, þá erum við komin í formlegt samband við Stroke Action Plan for Europe og þá koma þeir til að senda fram fyrirspurn til heilbrigðisyfirvalda hérna á landi eins og þau kalla Stroke Service Tracker, þar að segja hvernig hafið þetta hér á Íslandi og þið verða að pikka í rétt box, það varðandi þetta og lýðheilsuna, ég tala nú ekki um það, þið eru líka að tala um mengun í lofti, mengun í vatni og svo framvegis og dýravernd jafnvel og svo framvegis sko. Ég heyra að þú ert ekki að baki Dóttir Þóri. Nei. Hann er alveg ótrúlega. En þú ert ekki að baka fyrir jólin. Nei, ég er ekki að baka fyrir jólin. En að sinna barnabörnunum. Já, en ég syndi að hverju mótni. Syndir á hverju mótni, já. Það er alveg bráðnus. Varst alveg létt með það að synda? Já, ég nema það náttúrulega, ég er svolítið hægur í sömum sundum sko, Bringu sundu og öðru slíku er svolítið hægur, en ég sigli áfram og ég næ í landi sko. Og þetta slag hefur að því letur til ekki haft neitt verulega áhrif á lífið þitt utan þess sem að þú, eins og ég segir, hleypur ekki að fjöll eða Nei, ég ger það ekki sko. Eða stunda fótbolta. Nei, stunda fótbolta, ég get það ekki lengur og ég sko finn það að eftir því sem er eldist þá þarf ég að hafa meira fyrir hlutunum heldur ég og það hefur ekkert með slagið að gera. Nei, það hefur ekki, en aftur á móti sko varðandi öklan að jafnvægisleysið kemur meira og meira inn í sko þá lömun sem að ég var fyrir sko í hægri öklanum. Þetta virðist vera algjörlega líkamlegt hjá þér, þú ert alveg eldklár hérna í kollinum. Hann er svo stendur sér svo vel eins og heyrir sem formaður. Ég er búin að þekka hana mannleiki. Við góða sko liðsmenn og við Valgerður haldi sko fundi saman á Norður og Akureyri og víðar. Ég er búin að vera svolítið löt að mæta núna upp á sig. Nei, þú er staðið mjög vel. En sko bara við það eins og þetta viðtali sko hefur svo mikið að segja. Fólki viti hvað við erum að tala sko. Algjörlega og við skulum þá að endingu minna fólk á bara í örstuttu máli hvaða einkenni það er sem að gefa tilefni til þess að bara fara strax upp á spítala og hvert það getur hringt til þess að afla sér upplýsinga. Sko það er það sem að það er orðið SLAG slag appið sem við töluðum um á það. Já, við höfum alltaf talað um þetta að láta slag standa og það er ekki vera feimin ekki vera að draga sér hlé þegar þessi einkenni kom að ringja bara einn eitt og láta sækja sig. Ég er búin að hafa samband við lækna í bráðamóttökunum. Við bjóðum öllum velkomið sem eru vilja að sé skoðuð. Við bara viljum miklu fremur fá það upp í hendur og ég hef alltaf sagt það og ég hef talað um það núna ekki að fara á slysavstofuna og bíða heldur hringja á sjúkrabíl þá fáðu aðra meðhöndlun bráða meðhöndlun og það er það sem við erum að tala um hver mínútur skipti máli. Já, það er eins og slökkviliðsmaður sagði, frekar að hringja einu sinni og oft heldur en að hringja og sko heilablóðfall er eins og hjartaáfall sko, það getur verið dauðansalvara og þá bara hringja 112 og ekki hika. Að allra síðustu, hvað ætlaði að fara að gera á eftir? Ég ætla nú bara að fara heim og ég ætla nú bara að hafa það mjög rólegt og fínt sko. En kona mín er farin að undirbúa jólin. Það er ekki að taka þátt í því eitthvað? Nei, svo ég er voðalega latur í því. Ég heyrði að þú sagðir konan mín er farin að undirbúa jólin. Já, ég tekur þetta þátt í jólastemningunni. Já. Skilji, við erum á þeirri kynslóð Þóri minn sem að konan var manneskjan í ég er að segja, en sko, ég efast um það að mín þáttaka í því sem hún er að gera myndi hjálpa mikið, Valgerður, hvað ætlar þú að gera þetta? Ég ætla nú að þess að hjálpa til við undirbúning afmælis, yngsta barnabarnið verður 5 ára núna og næstu dögum og það þarf eitthvað að
gera. Unga fólk gera allt í mikill vinnu og þá er nú geta leita til mín til dæmis í sambandi við svolítið bakstur. Nú svo bara hef ég nú ekki, það er einmitt í kvöld sem er landsleikur, stelpunar okkar. Já. Maður fylgist nú með þeim. Já. Það var svolítið vonbrigði með síðasta leik. En svo er ég nefnilega líka farin að horfa dálítið mikið á fótbolta. Já. Og held með United. Ég held með Liverpool. Og það leikur í kvöld. Já. Þannig að þetta er nú verkefni dagsins. Kæru vinir, það var gott að fá ykkur hérna í dag og ég vona að þessi þáttur hafi vakið fólk til umhugsunar að þetta er dauðans alvara að fá slag og þakka ykkur innilega fyrir komuna. Takk sem leys. Gangi ykkur allt í haginn. Takk sem Þetta er með loki, verið sæl. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is.